Já, til hamingju með daginn í gær. Fögnuðu þið saman, þið vinnirnir? Já. Já. Nú síðustu 2 ár höfum við endað bara svona vinahópar á Sæta svínunum. Við vill svo ekki, sko. Tókum Ender Sandman í karaoke með Dóri Júli og Þórnandunni. Hvernig leggst aldurinn í þig? Ágætlega, sko. Já. Það var alveg stórt að vera 30 síðasta ári. En það gerðist margt á síðasta ári, margt jákvæmt, sko. Ok. 31 bara svona framhald af því. Já. Stígur, þú hugst það svona eins með sko íþróttamenn og rappara, sko. Rappið hefur svona kannski gegnum tíðina verið svona young man's game, sko. Græða peninginn, græða peninginn. Hvernig þú varst að glíma við þessar tilfinningar? Sko, ég dílaði við þetta kannski fyrir svona, þegar svona 27, að þá áttaði maður að að rappið alveg young man's game. Ég hef aldrei, ekki síðan ég var 18 ára, hef ég eitthvað litið á mig sérstaklega að segja rappara, þannig séð, þó ég rapp alveg. Ég hef meira gaman að ég bara pródúsa og ekki bara rapp tónlist, heldur bara allskyns músík, sko. Og það er bara sem langar að gera. Núna byrjaðir að skína bit, fyrir að tíma voru engar stelpur kringum mig. En þegar ég sé þig betra en fucking dopamin, langar í þig meira en að dopa mig. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmæli annar dag, hann á afmæli í dag. Sem ég að finna. Þú svo fín, betri en nikotín, betri en kókaín. Hann var sko 12 ára, var með svona paperrat, var að bera út blöð. Já. Og hann byrjaði að þjána meiri pening en pabbi sinni. Hann tók alltaf, sko, hann tók að sig bara alla götunar í hverfinu sinu og svo bara réð hann vini sín. Var að borga þeim held ég. Nei, alveg. Fokk, hvað rugla, maður. Byrjaði strax að... Það var gott að bera út, maður. Varstu í því? Fyrsta sem var. Já. Já. Keypti ég fór í Skaffó á Sauðárkróki í skaffaringabúð. Já. Keypti eitthvað svona græjur, borgað 3.000 kall á mánuði. Og ég fekk eitthvað útborgað 3-4 kall á mánuði eitthvað. Það var fyrstu græðar sem ég keypti. Já, geisladiskar og kassettur og... Hugsa mikið til Freestyle Chronic. Seldi hrossin til þess að kaupa... Já. Ég seldi hrossin til að kaupa synda. Ég keypti mæk og fyrsta launamiða. Ég gerði tónlist og fyrir gauð fyrir það. Engin vandamál til bannið mitt og lausna miða. Það var sko aðeins var svo mikið í hestum og ég átti að vera svaka knapi. Jaha. Svo einhvern veginn missti ég á það. Og þá átti ég sko eitthvað 3 hesta. Já. Og seldi það. Einn fór til Svíþjóðar, svo reddaði hann einhverjum öðrum dílum. Eða hinir 2 voru bara einhver svona barnahesta skilur fóru eitthvað smá. Þetta er sönnlína sko. Þetta er sönnlína, já. Hvað þú lifir bara alveg á tónlistinu og gert það eða þið síðastliðin, 2 ár, 3 ár? Síðan við gáum út 2 plánur. Já. Úlfur, Tarantúlu. Þá byrjuðum við að spila ógeðslega mikið. Þú veist, þá var það þannig við erum bókhaldara sem bara með skakkvöldin okkar, þannig að við fáum bara mánaðarlaun í rauninni. Og svo svona, þú veist, tökum við á okkur allskís einhver verkefni. Ég gerði þarna Stellu Blómkvist. Morð inn í sjálfu stjórnarráðinu. Og Arnar búinn að vera í allskís eitthvað rappnámskeið og maður er mjög þakklátur fyrir það, sko, getur gert það. Nei, ekki? Já, það var alltaf einhver draumur sem maður vissi ekkert hvað það myndi ræta, skilur. Nei. Já, ég man eftir, sko, Helga Evilmind þegar maður var í, 2003-2004. Já. Alveg, líka geðveikt að segja, ég var að horfa á, Allir, þetta Dóra. Fuck, man. Þið ættu að kæst inn, sýnt og það fyrir rokka betur, en þessi gæi lítur út fyrir að þroska heftur. Fokka, ég drep hans aulahóp, þú dáfuglega kúlgaur á Sauðárkrók. Það er erfitt að horfa á það. Já. Maður er álega, þú veist, maður er alveg þakklát, eða svona, þú veist, stoltur af öllu sem maður hefur gert, maður er bara ómeta en Algjörlega. Fucking erfitt að horfa á það. Shit, sko. Líka af því að þetta var drullu scary á þessu tíma, þú veist, ég var 15 eða 16 ára. Já. Það var 18 aldstamanginn og mamma hafði bara skutlað mér, þú veist, ég fekk far með henni í bæinn, hún var eitthvað stúsast, hún skutlaði mér bara gaukinn.
þekkti engan, skilur, þetta var bara svona, það var scary kvöld. Og líka Dóri bara svo fucking góður og öflugur. Hann var svo mikið svona presence á sviðinu í marathonum og bara Algjörlega. leist ekki á blikuna, sko. Rosa beittir. Já, mjög beittur, sko. Bara öllítið herra, trufla. Eitt enn. Ég reyna að finna tilgang í tilveru sem ég þoli ekki og kann ekki og lengur treyst ekki nein. Svo afsakið mig ef ég henda mig skikkinni, teki mig upp í himinu til að komast að ginnin. Á sama tíma mér finnst ég verið að lifa til sig, ég holdi mitt rifið og ég standað á beinum. Lestir aukast stabilt ekki til neinum, allir aðrir eru fyrir. Svo leið mér ekki við bót og brenna upp til lagning við hvolfin og verða lótt. Það ekkert eftir dem sem kannast ekki stopp. Ekki fyrir ég lík krafin, nonni gjörði til kross. Týndur núna verð út lífið, gefið undir stýri. En þó næst smá tími, fucking bæja beats og lírik. Homie segðu mig frá fínum, bad motherfuckers vinnur. Sem far upp og aldrei niður, ganga vatni eins og Kristur. Úlfurinn verð alltaf fyrstur, vatni fyrstu kistu. Förum heim bara, förum heim bara.